Staðgreiðsla eiginlega annað nafn yfir tekjuskatt sem greiddur jafn óðum. Það er að segja í hvert skipti sem að launþegi eða sá sem í vinnu fær útborgað, að þá skatturinn staðgreiddur, ef svo mætti segja, hann borgaður strax. Það er hægt að borga skatta nefnilega eftir á. Maður getur þegið laun og borgað svo skattinn seinna, en það yfirleitt ekki gert því að það skapar í raun fleiri vandamál en það leysir. En það borga allir launþegar staðgreiðslu eða sem sagt tekjuskatt. Börn 15 ára og yngri borga 6% tekjuskatt af launum ef þau fari yfir 180.000 og eru þá tekjur þeirra taldar fram á skattframtali foreldra þeirra. Allir sem hafa náð 16 ára aldri og eru í launatengdri vinnu greiða tekjuskatt. Hann eins og ég sagði, alla jafna staðgreiddur og þýðir það að atvinnurekandinn, sá sem borgar launin, dregur skattinn frá laununum áður en hann greiðir launin til launþegans, þess sem í vinnu hjá honum. Síðan þetta gert upp í árslok þegar maður skilar skýrslu til skattsins, skattaskýrslu, kalla skattframtal. Þar þarf maður að telja fram hvaða tekjur maður hafði á árinu, hvaða eignir maður á og hvað maður skuldar. Og ef maður hefur greitt of mikið í skatt á árinu, þá fær maður 1. júlí endurgreitt það sem maður greitt of mikið, eða ef maður hefur greitt of lítið, muniði, ef maður borgar ekki, ég fæ til dæmis einhver laun sem ég borga ekki staðgreiðslu af, þá þarf ég að borga skattinn af því í júlí árið eftir. Og ef maður með há laun þannig, þá getur þetta orðið umtalsverðar upphæðir. Síðan dregst náttúrulega persónuafslátturinn frá. Það rúmlega 50.000 á mánuði sem maður fær í raun í afslátt af skattunum sem myndar það sem maður myndi kalla skattleysismörk. Og þannig þetta allt saman gert upp á hverju ári.